Og áfram með smjörið í föstudagsþættinum á N4. Við ætlum aðeins að fræðast Bjarmahlíð hérna á Akureyri og til mín komin Guðrún Kristín Blöndal, velkomin. Takk. Framkvæmdastýra eða? Teymistjóri er það víst. Segðu okkur nú allt Bjarmahlíð. Hvað er það? Já, Bjarmahlíð er eins árs gamalt úrræði sem heyrir undir lögregluembætti hér á Norðurlandi eystra og er miðstöð fyrir þolendur ofbeldis. Það má líka kannski Bjarmahlíð við hús og í húsinu er alls konar herbyrgi sem eru úrræðin sem við vísum í. Þannig að ef að fólk er að upplifa það að það búi við ofbeldi eða hafi orðið fyrir ofbeldi og þá er það náttúrulega margar birtingamyndir ofbeldis. Þetta er ekki bara hnefinn og lofti, þetta er andlegt og fjárhagslegt, kynferðislegt ofbeldi. Þá getur fólk leitað til mín og við ég og þolandinn vinnum svona í samvinnu bara hvort það sé eitthvað sem ég get gert fyrir hann eða hana. Og beint áfram í kannski einhverju viðtöl annar staðar? Já, nei, allt fer fram í húsinu okkar í Aðalstræti 14. Já, fallega húsi. Þessu fallega húsi. Og sögufræga, ekki? Jú, þetta er elsta tvílyfta húsið í bænum. Og þetta er svona litla kotið okkar. Þannig að þröskuldin hann er tiltölulega lágur. Og mér finnst svo óbúslega mikilvægt að fólk viti að þegar það kemur, ef þú ert með einhverja tilfinningu að það sé eitthvað ekki alveg í lagi eða einhver vanlíðan varðandi eitthvað sem hefur gerst, að fólk kemur þá sínum forsöndum. Það er ekki pínt í eitt en eitt hjá okkur. En ef segjum sem svo að einhver hafi þörf fyrir einhverja sálfræði meðferð eða eitthvað, kemur þá sálfræðingurinn til ykkar? Hvernig virkar þetta? Þetta virkar sérst þannig að ég hef þessi úrræði sem eru mest notuð eru þá viðtöl við lögreglu sem er þá bæði til upplýsinga og jafnvel skýrslutaka. Svo er það félagságæð sem kemur á vegum Akureyrarbæjar og lögfræðingur. Svo er aflið náttúrulega mjög mikilvægur samstarfsaðili og er í sama húsi. Þannig eru heimatökin þar. Hins vegar erum við í samvinnu við heilsugæsluna líka og þá fer fólk þangað og hittir sálfræðing. En mín draumsýn er að ég verði með svona sálfræðingi svona 40% stöðu í húsinu. Og það getur mögulega gerst í framtíðinni. Þetta er náttúrulega bara fyrsta árið. Nákvæmlega. Hvernig svona, þú lítur yfir þetta ár, hvað hefur gerst? Hvernig, þetta er náttúrulega snýst svolítið að markasetja og kynna þetta fyrir fólki væntanlega. Já. Og þar ert þú búin að vera alveg mjög öflug í vídeo og myndbandsgerð. Já, ég er náttúrulega búin að vera að hitta eins og félagsþjónustuna í þeim sveitafélögum sem við erum að sinna í raun og veru. Þó við skilgreinum okkur ekki bara sem eitthvað landsbyggðar. Það er allir velkomnir í Bjarmahlíð. Fólk í Vestmannaeyjum er líka velkomin í Bjarmahlíð, þó búi ekki á Norðurlandi eystra. En svo gerum við náttúrulega gerði ég rosa flott svona í samvinnu með mikinn fagmann, með Kristján Kristjánsson, svona markaðsátaka sem við vorum að bara reyna að koma skilaboðum áleiðis til fólks. Koma Bjarmahlíð svolítið á kortið. Já, og þetta poppar upp bara á Instagram og Facebook og svona. Og líka á ensku, það er svona í bígerð eða ekki? Jú, það er í bígerð, þannig að þetta kostar allt pening, Og hvernig er þetta fjármagnað? Eru margir aðilar sem að koma því? Þetta er fjármagnað af dómsmálaráðuneytinu og félagsmálaráðuneytinu og svo leggur Akureyrarbær til, sem sagt, húsnæðið. Og hver er svona framtíðarsýnin? Þú ert eini starfsmaðurinn eins og er það ekki? Er framtíðarsýnin að þetta séu þá einmitt sálfræðingur kannski í einhver hlutastarfi og einhverju fleiri? Sér þetta fyrir því vaksa svona? Já, ég sé það alveg fyrir mér. Þó finnst einhvern veginn að svona staður eigi helst að minnka, skilur? Já, einmitt. Það er kannski alveg óraunhæft. Það er náttúrulega sorglegt að það sé of mikið að gera. Já, það er sorglegt að það sé þörf fyrir þetta í rauninni. En það er samt magnað að fólk geti leitað til okkar eða til mín. Og ég var til dæmis bara að tala við konu núna í vikunni sem lenti í bara hræðilegum aðstæðum fyrir 20 árum síðan. Og þetta er konan sem ég myndi grípa í dag. Og segjum til dæmis bara ef að einstaklingur er að upplifa andlegt eða líkamlegt ofbeldi í nánu sambandi sem er skilgreint á heimilisofbeldi. Þá kemur það hún eða hann til mín og þá er hægt að fá skiluru bara félagságæð í sambandi peningana, lögmaður í sambandi við skilna, hvernig ger ég þetta? Þú veist, ef það hefur orðið kölluð til lögregla, þá getur þú fara og hitt lögregluna aftur í húsinu. Þannig að þetta er svona, við erum svona að reyna að grípa þá sem þurfa því að halda. Þannig að þetta er líka bara fólk sem er að glíma við eitthvað gamalt sem að kannski hefur ekkert unnið úr. Já. Það er
tölulega séð sko helmingu þeirra sem koma til okkar með einhver önnur áföll í sögunni. Þannig að oft þetta svona sorglegar áfallasögur. Og hvernig hefur þá aðsókn verið á þessu einu ári? Það eitthvað sem maður má gefa upp? Já, þetta svona kannski 130 svo margir á ári. Og þar hefur heimilisofbeldi vinningin, svona 60%. En þetta eru báðum kynjum sem kemur til þín? Já, hlutvöldin eru samt, ég held að sé 97% konur. Já, og svo eru svona 11% erlendum uppruna. Já. Og þetta mest frá Akureyri, eða bara svæðinu hérna, öllu Norðurlandi eystra? Já, öllu Norðurlandi eystra. Það er allir hérna gangur á því. En frábært, við viljum bara einhvern veginn að fólk kynni sér þetta og viti af þessu. Það er svona gaman að fá því í þáttinn til að bara fólk heyri af Bjarmahlíð og vita að þetta sé í boði. Er eitthvað svona lendingarsíða sem að fólk getur svona farið á netið og skoðað? Er það Bjarmahlíð.is? Það er bara Bjarmahlíð.is sko. Allar upplýsingar þar? Já, það er allt og það er hægt að panta tíma líka gegnum netið, gegnum núna, þannig að þarna móa margir sem gera það. Þannig að það þarf ekki einu sinni að hringja. Nei, mitt. En sumir mæta bara svæði og segja hæ, getið fengið tíma. Þannig að og náttúrulega mikið af mínu samstarfsaðilum að vísa á mig. Til dæmis er félagsþjónustan og lögreglan alltaf með nafnspjöld í vasanum þegar það er kallað út til dæmis helgar og svona. Af því við náttúrulega erum ekki með sólarhringsþjónustu. Nei, er ykkur opnunartími svona fastur? Já, það er 8-4 eða 9-5 en ég er mjög sveigjanleg. Ef einhver að koma frá Kópavogsskeri eða eitthvað þá bara kvöld eða eitthvað, þannig að ég myndi segja ég veit bara fyrir eitthvað góða þjónustu hvað það var hljómar en ég er ekki allan sólarhringinn í vinnunni sko. Heyrðu, þetta var bara frábært að fá þig og nú vitum við meira um Bjarmahlíð og gangið bara vel og takk fyrir komið. Já, takk fyrir að fá mig.